Þessa vikuna ætlum við að halda áfram að fara yfir HTML og klára þá yfirferð. Þetta eru fjórskiptur fyrirlestur hjá okkur í dag. Fyrst ætlum við að fara aðeins yfir svona HTML element, breiddin á þeim. Síðan ætlum við að skoða töflur, lista og form sem eru svona aðeins svona sértækari hópar af elementum. Hvað þarf að hafa í huga þegar við skrifa HTML, hvernig getum við skrifað það snyrtilega versus ekki snyrtilega og hvernig getum við notað tæki til þess að hjálpa okkur við að skrifa það rétt og samkvæmt staðlinum. Og síðan að lokum aðeins aðgengismál og leitavélar-bestun. En fyrsta sem við förum yfir í dag eru þessi HTML element og þá skulum við rifja upp það sem við skoðum í seinasta tíma, þar sem við vorum með þetta minnsta HTML skjal sem við erum að vinna með. Og við sáum hvað doctypeið er, við fórum aðeins yfir HTML, head og body. En HTML-in er þessi rót, þar sem öll önnur element fara inn og við viljum skilgreina þetta lang attribute til þess að skilgreina hvaða tungumáli við erum að skrifa vefinn í. Þetta tungumál er skilgreint samkvæmt staðli og er yfirleitt tveggja stafa orð eins og is eða en, stundum kemur líka bandstrik, til dæmis eins og en bandstrik US sem er þá enska með ameríska kerfinu eða ENGB fyrir breska, fyrir drottningar enskuna og síðan getum við skilgreint aðra part af vefnum okkar í öðru tungumáli. En þetta er einmitt svona mjög mikilvægt attribút þess að skilgreina fyrir aðgengi sem við sjáum á eftir. Síðan erum við með head sem er þá yfirleitt þetta fyrsta barn í HTML elementinu okkar. Það er ekki krafa að það sé til staðar, en inn í því skilgreinum við lýsigögn síðuna og lýsigögn eða metadata eru þessi gögn gögn. Þannig að það eru gögn sem koma hvergi fram en segja ákveðna hluti síðun okkar. Og þá viljum við alltaf skilgreina í hvaða stafasetti við erum að skrifa efnið okkar. Af því eins og við sáum í seinasta tíma, það getur valdið vandræðum ef það er ekki til staðar. Og síðan viljum við líka skilgreina hver er titill síðunar, en titillinn kemur fyrir hérna uppi. Síðan er body sem er þá meginmálið. En elementin eru sem sagt skilgreind í HTML specificationinu eða spekknum eða spekkinu og það er sem sagt til hérna er haldið utan það af what working group eða síðan er líka til svona snapshot af þessu inn á W3C. En ef við förum og skoðum aðeins hvað er í gangi hérna, þá er þetta í raun bara risastór vefur með rosalega mikið af efni sem við getum skoðað hérna hvað er í gangi, hvað er þetta og svo ef við förum aðeins neðar þá sjáum við elementin sem koma hérna. Þannig að þetta er viðfangsefnið okkar núna sem er hérna element, við erum bara að tala um semantics eða merkingafræðina, hvaða attribute við getum skilgreint fyrir þau og síðan kemur þetta content model hérna sem segir til í hvaða flokki flokkast elementin. Það er líka til sér spekk fyrir forritara en persónulega finnst mér ekkert sérstaklega mikið þægilegra að nota hann er svona aðeins niðurstrýpaðri og svona aðeins minna svona lingo, meira á að vera, aðgengilegri, en hann er þarna til staðar líka. En þessi element, þeim er skipt gróflega í hópa og þessir hópar eru langstærstur með þetta flow content eða flæði efni eða flæði content. Síðan höfum við hérna inn á þess fyrirsagnir, við höfum elementi sem skipt í hópa og svæði, phrasing sem er þá efni sem býr til textan sjálfan, embedded sem við getum fellt inn efni á síðun okkar, interactive þar sem notandi getur gert eitthvað við efnið okkar og síðan fáum við þessi lýsigögn hérna, metadata, sem er þá bæði utan skjalsins hérna að einhverju leyti og innan, mjög vísindalegt allt saman. En þegar við erum að lesa spekkinn þá er hann settur upp þannig að það eru ákveðin atriði hvert element og þá sjáum við í hvaða flokkum er hvaða element, í hvaða konteksti megum við nota það, hvert er content mótilið, þar að segja hvað má fara inn í þetta element, hvaða element má þetta element innihalda,
hvaða attribute getur elementið fengið og síðan hvað þurfum að hafa í huga þegar við erum að vinna með aðgengismál. Þannig ef við skoðum hérna fyrir A-elementið og sjáum að það er flow content, phrasing content. Ef það hefur href attribute þá er það interactive content, annars ekki. Og það er líka palpable content sem við sjáum aðeins eftir. Þetta er hægt að nota þar sem að phrasing content is expected. Content model er transparent sem við getum skoðað hérna hvað þýðir. Að þá í raun derivar það frá samhengi sínu frá foreldri sínu. Þannig að það í raun dregur það frá því foreldri sem það er inn í. Nema að það má ekki vera neitt interactive content sem barn þess ef að það er bara yfir höfuð. Og síðan höfum við þessi attribute hérna eins og href og fleiri og síðan höfum við hérna ef það er href þá þurfum við að skoða hérna fyrir authors sem eru þá við sem skrifum, við erum höfundar vefs, við erum authors eða for implementers sem er þá þeir sem búa til vafra. Þannig að það er þessi tveir hópar sem að lesa spekkin. Síðan fyrir JavaScript forritun á móti A-elementinu, þannig að þegar við fyrir að nota JavaScript til þess að gera eitthvað og við viljum breyta A-elementi eða við viljum eitthvað eiga við það, þá skilgreinir þetta er interfaceið sem þetta element hefur í DOM-inu. Þannig að þetta eru hluti sem við getum athugað og lesið af þessu. Þetta er einhver strengur hérna og svo framvegis. Síðan kemur einhver lýsing, bara svona almenn lýsing, einhver dæmi og hugsanlega einhver fleiri atriði, eins og hérna er einhver activation behavior sem er þá í raun eitthvað reikniritt sem segir til hvernig þetta hagar sér þegar þú ert að útfæra þetta í vafra. Þannig að þetta er svona frekar yfirgripsmikið hvað er þetta að skoða þarna og ekki krafa að þið lesið þetta allt í hörgul og vitið nákvæmlega hvað standið þarna, heldur er þetta bara eitthvað sem við flettum upp í þegar við erum að læra og svo þegar við erum búin að læra þetta þá af og til þurfum við að athuga hérna, hey, er ég að nota þetta rétt? En öll element mega fá á sig tæmandi lista af global attributes sem eru vel skilgreind í staðlinum og af þeim ber helst að nefna ID sem að skilgreinir einkvæmt auðkenni á elementið sem við getum nota bæði í CSS og til uppflettingar í DOM-inu og síðan eru sum önnur element sem nota þetta ID til þess að vísa í það. Þannig að þannig getum við myndað tengingar. Þannig að við erum að búa til einkvæmt auðkenni. Þannig að þá getum ég sagt þegar ég segi þetta hérna, listin hér er að koma úr þessu elementi og þá getum ég sett inn streng sem er ID-ið sem er þá strengurinn á einhverju öðru ID þannig á elementinu og þannig mynda ég tengsl í skjalinu. Þetta er eitthvað sem við getum aðeins skilgreint einu sinni þegar það var einkvæmt per síðu en HTML verandi svona fyrirgefur okkur þá getum við alveg sett fleiri en eitt en þá getum við lent í óskilgreindri hegðun. Síðan erum við með class sem við notum afskaplega mikið í CSS en þetta leyfir okkur að skilgreina heiti á klössum sem við getum notað til þess að velja ákveðin element í CSS-inu. Við sjáum það betur í næstu viku. Og síðan er title sem er svona tooltip texti sem við getum skilgreint á elementin okkar þannig að ef ég fer yfir með músina og stoppa og þá kemur svona eitthvað tooltip texti upp en þetta er svona í seinni tíð ekki ráðlagt þar sem að bæði á tækjum sem eru ekki með mús eða álíka tæki tengd við eins og bara síma að þá er engin leið til að triggera hover effektin. Þannig að þá erum við að fela einhverjar upplýsingar. En ef við rennum yfir þessa hópa af elementum hvað er aðeins hérna það er upptaka í gangi að þá eru þessi gögn sem við neytum ekki beint heldur lýsavefnum eins og ég sagði áðan þannig að þarna höfum við almennt element sem heitir bara meta sem er bara fyrir almennt svona nafngildispör name value pairs þar sem við getum sagt hver bjóð til hver er lýsingin á síðunni sem við erum inn á, hvað er stafasettið og hvað mynd ætti að birta ef ég er að share þessu á Facebook, ef ég er að share þessu á Twitter, hvað mynd ætti að birta eða hver ætti titillinn að vera. Síðan getum við vísað í JavaScript kóða og við getum vísað í alls konar efni með link elementinu. Það er afskaplega fjölþætt
element sem getur vísað í raun CSS-grár, það getur vísað í svona fav-icon eins og við sjáum hérna uppi, vinstra megin við, hérna, mismunandi eftir því hvaða vef við erum. Það getur vísað í hvað næsta síða eftir þessari, hvaða síða skilgreinir hérna efnisyfirlit yfir vefinn sem við erum á og svo framvegis. Við getum notað til þess að sækja prefetcha hluti, þannig við segjum hérna, við erum að fara að nota þessi hérna gögn seinna í vefnum. Kæri vafri, þú ættir að byrja að sækja þetta núna, af því þá verður upplifun notanda betri á eftir með það að huga að það þurfa ekki að sækja það þegar notandinn reynir að gera eitthvað. Síðan getur við sett preload og það verði að gera þetta, þú verður að sækja þetta sem fyrst og margt fleira. Skulum ekkert fara sérstaklega í þetta dæmi lýsigögn hérna, fara bara yfir í flæði elementin, en það eru flest elementin sem eru í meginmálunni innan bodies eru svona flæði element. Sum af þessum elementum eru innihalda svona greinanlegt efni sem þetta palpable content og þá það í raun efni sem inniheldur eitthvað sem hægt að sjá eða interakta við. Þannig að það ekki bara tómt eða hefur ekki bara einhverja hluti inn í sig sem allir eru faldir. Þannig að núna tökum við bara svona nokkuð dæmi. Þetta farið betur í þetta í kennslubókinni og svo náttúrulega rótin að þessu öllu saman í spekknum. Address, þetta svolítið svona. Þetta bara, það einhver element, þau hafa einhverja svona inherent merkingafræði og svo okkar svolítið að túlkana. Þannig að þetta stundum svona á mörkum vísinda og listar að velja rétt element. En address, það skilgreinir upplýsingar það hvernig megi hafa samband við höfund efnisins. Block quote, þetta þegar við erum að færa inn einhverja tilvitnun sem kemur frá einhverjum öðrum stað. Footer, efni sem yfirleitt í fæti, skiptir ekki öllu máli, kemur svona í lokin. Oft höfum við footer með address inn í, þar sem við segjum þetta efni var búið til að þú getur haft samband með því að gera bla 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 bla, eða þetta fysíska staðsendingin á því hvar þú getur haft samband. Header, þetta þegar við erum þá með eitthvað í fyrirsögn og hugsanlega upplýsingar höfund, einhver lýsigögn actual efni sem við erum að birta, setjum við oft í header. Síðan erum við main sem þá í raun fyrir einhverja ákveðna, fyrir efnið sjálft, megin inntakið í efninu. Þannig að við getum verið með vef sem þá með HTML element og head sem skilgreinir svona lýsigögn fyrir vefinn. Síðan erum við með body, header sem segir þá lýsigögn fyrir skjalið sjálft sem við erum að skoða og síðan main fyrir þá megin efnið. Þannig að við erum að aðskilja svolítið á milli hvað ég að birta sem þú getur lesið og átt við versus síðan hvað vefurinn okkar. P síðan bara stök málsgrein. Pre preformatted sem texti sem óstílaður, viðheldur bilum og línubilum og ólíkt HTML yfir höfuð sem tekur allt svona white space sem þá bil eða tab eða newline stafir og kollapsar því í bara eitt bil, en pre gerir það ekki, það viðheldur þessu formi og síðan töflur og listar. Svo eru tvö svona nýleg og þá yngri en 5 ára, cirka bát, og það figure sem þá sjálfstætt svæði sem innan skjalsins. Þá til dæmis eins og ef við erum með eitthvað sjá mynd 1 og þá mynd 1 eitthvað sem við getum sett inn í figure og figure getur átt sér fig caption sem þá í raun mynd 1, sjáu þið hvernig þetta notað bla bla bla, og þá þetta eitthvað sem einhver sjálfstæð eining sem inniheldur eitthvað af gögnum sem við viljum vísa í úr öðrum stað í skjalinu, jafnvel fleiri en einum. Síðan dialog sem nýlegt og svona margir að nota núna til dags sem dæmi það af hverju HTML og hvernig vefurinn í raun ekkert að hreyfast rosalega hratt, að þetta element sem búið að vera til staðar í spekknum í 4 ár held ég og ásett að virka sem svona módalgluggi. Þannig að eins og þið kannski þekki vel að þeir brása netið að þú ferð nú við og kemur svona eitthvað, hei, viltu cookies? Hei, viltu fara á viltu skráða þig á postlistan okkar? Og þá þetta allt eitthvað svona gluggi sem tekur yfir og krefur þig interaction áður en þú getur haldið áfram. Og þetta dialog átti í raun á að vera skilgreining á elementi sem tekur til þess. Það sem að ég get í raun sett leiðilegi pop-upum minn inn í dialog og þá tekur það yfir og við fáum ókeypis, innan gæsleppa, virkni frá vafranum sem leyfir okkur þá að vera með svona close button, vera með forritunarkerfi
API fyrir JavaScript, þess að geta sett opnaðu dialogin, lokaðu dialognum og eitthvað svoleiðis. En það er í raun bara Chrome sem styður þetta í dag. Firefox styður þetta að einhverju leyti, hann hefur ekki útfært alla JavaScript virknina, þannig að þetta er ekki það gott jafnvel núna eftir 4 ár að vera hægt að nota. Og þá er þetta einhverju leyti bara, fólk getur ekki verið sammála það hver merkingin er að vera, hvað er minnsta use case fyrir þennan hlut, hvernig ætti að virka, ætti þetta að vera svona eða hinsegin. Annað element sem að fólk er lengi búið að tala með er að vera með eitthvað tab element. Það sem að þegar við séum svona, ég er með einhverja tabba, ég er með efni, svo er ég með uppi einhverja svona tabba sem ég get ítt á og þá skipti ég á milli. Í staðan fyrir að hafa rosalega síðu, þá get ég haft bara eitt svæði sem að ég get skipt efninu upp í eitthvað svona svæði. Og þetta er ekki til sem element. Þannig að það þarf alltaf að útfæra það með öðrum elementum og þar af leiðandi eru margar mismunandi útgáfur af því að fólk hefur mismunandi skilningi í merkingafræðina og hvað meikar sens til þess að merkja þetta efni upp með. Síðan þegar við höfum ekkert sem okkur dettur í hug að nota eða við erum hreinlega verðum að bæta við elementum vegna CSS, þá grípum við oft til þess að nota div elementið, en það hefur enga merkingu, er bara division, þetta er bara einhver skipting og dregur merkingafræði sína af þess sem það inniheldur. Og það er svona strongly encouraged to view the div element as an element of last resort. En það þýðir samt alls ekki að við notum það ekki. Það þýðir bara að við athugum fyrst hvort við höfum eitthvað annað og síðan grípum við til þess að nota það. En ef við skoðum dæmi þessi element, þá erum við hérna bara með eitthvað sem að lítur bara voða boring út. En þarna er í raun ekki, hér og núna erum við svona ekki að hugsa það hvernig þetta lítur út, heldur hvernig við erum að struktúra þetta, hvernig við erum að skilgreina merkingafræðina í þessu hjá okkur. Þannig að hér erum við með þetta dæmi og þá sjáum við að við erum með þessi lýsigögn hérna, síðan erum við með header, þar sem við erum að segja þetta er eitthvað dæmi, hérna er H1 sem er stærsta eða mest mikilvægasta fyrirsögnin, síðan fáum við eitthvað P hérna, síðan fáum við þetta figure sem er hérna að vísa í eitthvað HTML og þá erum við að nota hérna pre-elementið til þess að viðhalda þessum inndrætti hérna og við sjáum hérna að hann er það ýktur út af því að þetta ætti að vera svona og þá sjáum við að þetta inndrátturinn fer hér. Við fáum einhvern sjálfvirkan inndrátt hérna hjá vafranum en við skiptum okkur ekki af honum. Við fjarlægjum þetta seinna meir með CSS. Svo erum við með þetta hérna fig caption sem er þá í raun að vera einhver skilgreining á því hvað þetta er. Þannig ég get vísað í þetta og þá ætti fólk að geta dregið það ályktun að þetta sé verið að vísa í þetta hérna þegar fig captionið og tengingin úr textanum tengist einhvern veginn. Síðan erum við með blokkót hérna sem er þá bara einhver texti sem er hér quote í hann whenever Bush og að lokum erum við með hérna einhvern footer og inn í honum er eitthvað address sem er þá eitthvað til þess að hafa samband. Og þá sjáum við samt eins og hérna að vafrinn er að taka einhverjar ákvarðanir fyrir okkur birtinga á þessu út frá því hvaða element við erum að nota. Og það er þessi inherent semantík. Síðan erum við með sectioning elementin fyrir kafla og svæði. Það erum við með article og aside, article fyrir efni sem stendur sjálfstætt. Þá getum við hugsað sem einhverja ákveðna grein, einhverja ákveðna athugasemd, eitthvað ákveðna mynd, ákveðið eitthvað það sem er margt af en hvert og eitt þeirra er ein eining. Við getum hugsað að við farið á vef það sem eru greina yfirleitt á fréttablaði eða fréttamiðli eða vídeó á einhverju vídeómiðli að þá getur hvert og eitt stak verið article. Aside er eitthvað sem við tökum út fyrir, eins og útdrátt, við erum með eitthvað svona pull quote í greinin okkar, eitthvað sem við erum að draga og vekja meiri athygli á. Síðan erum við með nav sem inniheldur leiðakerfið, þannig að það er oft einmitt í header til þess að halda utanum og segja til hvernig ég fer fram og tilbaka á vefnum. Section, þess að skilgreina kafla, þetta er þá oft undir article, þannig að article segir hérna hér er greinin en hérna eru kaflarnir innan greinarinnar og oftast hefur section fyrirsögn. Þannig að svona var þetta oft gert áður að fólk var mikið
bara notaði ID til þess að segja hérna main er bara einu sinni, það er bara einu sinni hérna, það er bara einn header, það er bara einn navigation, þá er þetta hérna alltaf einkvætt. Síðan getur verið mörg article, mörg section, þá er þetta hérna margtekið oft á síðunni. En síðan núna fyrir svona 6 árum þegar þetta svona, þessi uppfærsla af stælunum kom inn, að þá var þetta var bara tekið svona, hei, þetta eru bara sín eigin element núna, af því að þetta er það oft og það mikið notað að hérna, við draugum þetta bara inn og skilgreinum þetta í staðinum. Sleppum þessu dæmi bara. Heading eru bara þessar fyrirsagnir og þær eru bara frá H1 til H6 í minnkandi mikilvægisröð og síða ætti alltaf að hafa minnstakosti eina fyrirsögn. Þá getur hún verið oft svo sama og í title elementinu í head, en stundum hún ólík, stundum það er líka tekið fram á hvaða vef þú ert á. Hérna er titillinn á fréttinni, bandstrik, vefmiðillinn, en vefurinn sjálfur hefur bara titillinn á fréttinni. Og síðan þegar við skilgreinum þetta, þá viljum við skilgreina þess að þetta í réttri röð. Þegar þá má í raun draga út svona útlínu eða svona efnisyfirlit út frá fyrirsögnunum sem við erum að nota. Og það er til H-group eða H-group element sem á að segja til að allt hérna inni er partur af heading, þannig að við erum með heading sem var jafnvel H-element pluss eitthvað texti sem var eitthvað svona kicker eða eyebrow sem var svona texti sem er fyrir ofan, það sem er svona eins og augbrún ofan á textanum, eða þá eitthvað svona subtitle, nafn á höfundi eða eitthvað svoleiðis, og þetta átti að geta hópað þessu saman í svona heildstæða fyrirsögn og ásamt því að innan article eða innan section eða innan sectionin elementana áttu að geta byrjað upp á nýtt á H1, þannig að við erum með H1 fyrir alla síðuna, svo erum við með article og H1 inn í henni og þetta er svona rosalega flókið dæmi og það er skilgreindur í staðlinum, er skilgreint reikniritt, hvernig þú átt að reikna þetta út, hvernig vafrar eiga að útfæra þetta þannig að fyrirsögnum það séu myndi þetta outline hér og þar, en það hefur ekki komið til, það er orðið hérna langt síðan og þá er það hérna að á GitHub er í raun umræður alla þessa staðla. Þannig að hér er bara á what working group GitHub undir HTML, þar er bara upplýsingar og allt stöðlunarferlið í gangi opið fyrir alla til að skoða. Og þá er hérna þetta, þetta er 15 ára gamall outline algoritmi og hann hefur aldrei verið útfærður í Vafra. Þannig að af hverju er hann er bara að valda vandræðum þegar fólk er að reyna að læra þetta. Það er búið að tala og kenna hérna, já þið getið alveg gert þetta, bara fullt af H1, bara ekkert mál. En það er í raun bara, ekki þannig. Þannig að hér er í raun bara breytingar á spekknum, þannig að þetta er í raun bara breytingar á spekknum þar sem við erum allstaðar sem við vísi í þetta, við erum að fjarlægja þetta og laga texta. Og síðan bara umræður frá fólkinu sem er að vinna í þessu hérna og seinast í 19. maí var eitthvað. Þannig að, nú bíðum við bara sér, en þetta er samt mjög svona áhugavert að fylgjast með lifandi hérna 1400 issue, 130 pull request og allt niður í bara alls konar hérna, eitthvað fyrir 2 dögum seinna. Hérna er einhver að ræða einmitt dialog, hvernig ég var að díla við ef þetta fer í eitthvað í recursion. Þannig að þarna er í raun bara opið stöðlunarferli í gangi. En þá erum við með þetta einhvern veginn svona þegar við erum að blanda þessu saman. Við erum með hérna einhverja aðalfyrirsögn, þannig að við viljum nota aðeins einu sinni per síðu, síðan eitthvað kaflaheiti, millifyrirsögn, en síðan þurfum við að passa í raun þessa útlínu okkar að því leyti að hérna er í raun merkingafræðilega rétt að vera með H2 en ekki H3, af því þetta er í raun þetta section og þetta section eru systkin, þannig að þetta hérna ætti að hafa sama level af fyrirsögn þar undir. Og síðan er raun eftir því sem að ef við erum með flókna vefi sem eru með mikið efni, sem eru með marga fyrirsögnir og skipta efninu mikið upp, þá fer þetta að skipta máli. Í svona minni vefum skiptir þetta kannski ekki öllu máli. Þetta var bara saman dæmi við skoðum hérna áðan. Phrasing elementin eru þessi sem að mynda meginmálið
og þarna alveg mýmörg element og þau alls konar eins og P sem við séð, EM fyrir emphasis sem leggur þá áherslu, strong sem gefur mikið auka vægi, span sem svona phrasing systkini div, það segja þegar við viljum merkja eitthvað inn í texta, við erum með eitthvað ég er með nafn á höfundi og ég vil gera eftirnafnið þeirra hærri höfði. Hugsanlega geti ég nota strong, hugsanlega meikar það ekki sens af því að ég ekki leggja áherslu á það, ég vil bara draga það fram hugsanlega með einhverjum smá lit eitthvað aðeins svona í hönninni. Þá geti ég sett span utan það og gefið því eitthvað ákveðið og þá í raun bara að segja, þú veist, þetta bara merkingarlega, ekki neitt, ég bara nota þetta til þess að geta tengt HTML-ið við CSS-ið svo ég geti litað þetta eitthvað aðeins. Code fyrir forritunarkóða og slatti viðbót. Þannig að ef við skoðum hérna smá dæmi, þá þetta sem sagt phrasing content hérna og förum í hérna. Þannig að þá erum við með hérna eitthvað del element og eitthvað ins, þetta er sett fyrir fjarlægt og búið að bæta við. Það sem við viljum viðhalda því að þetta var hérna. Þetta var áður svona, en núna þetta orðið svona. Ég get aukalega að setja á þetta attribute sem segir til hvenær þetta gerðist. Þetta til dæmis eins og þegar við erum að vinna með forritunarkóða og við viljum segja ég fjarlægði þessa línu og ég bætti þessa línu við sem svona diffing eins og við sjáum á GitHub þar sem við getum séð breytingasöguna á skjölum. Þá þetta notað til þess að merkja það. Hérna fyrir dagsetningu, þá getum við notað time elementið, strong, og sub og sub sem þá fyrir svona superskrift og subskrift. Ég man ekki hvað var þýðingin á íslensku, eitthvað hræðilegt, undirskrift var allavega fyrir subskrift. Síðan hérna erum við með definition til þess að segja að þetta einhver skilgreining á einhverju. Þetta abbreviationið á því fyrir HTML og aftur sjáum við að vafrinn túlkar þetta á einhvern ákveðið máta. Hérna fáum við þetta svona tooltip sem þá þetta sem stendur hérna í title. Svo erum við með B sem gamalt element sem stóð einu sinni fyrir bold en núna segir gefðu þessu sjónrænt mikilvægi eða sjónrænt hafðu þessu hærra undir höfði, þannig að getum við notað það fyrir eitthvað þarna en já, þetta oft, já, eins og ég segi, svona, fyrir nýja að vera list að velja rétt element. Svo erum við hérna aftur með code, þannig að núna erum við ekki bara með pre, heldur erum við með code inni. Ég segi þá þetta að vera einhver kóði. Svo erum við með mark hérna, sem við getum notað til þess að gefa einhverju, til þess að highlighta þetta, hérna, marka upp, ekki samt sem markup. Þá fáum við þetta hérna sem með gulu highlighti í vafranum. Og síðan sjáum við hérna að við erum með einhverja fleiri, það einhver italics hérna, einhver annar letugerð hérna. Og þá þetta hérna eitthvað data sem þá leið til þess að merkja gögn sem að hugsanlega, sem að við viljum hugsanlega skrifa út en við viljum líka gera aðgengileg með gildi. Þannig hérna segjum við þetta gildið 0 en við viljum skrifa það út sem orðið 0. Við viljum merkja breytu. Við viljum merkja eitthvað input hérna. Nei, þetta líka aftur svona, þetta þýddi einu svona italics en núna svona eins og, já, fyrir input eða þess aftar. Fyrir keyboard, þannig að þetta fyrir keyboard shortcut og já, dæmi. Síðan hérna erum við með word break sem segir í raun, þetta ósýnilegt tákn. Þetta það sama á hérna, shy sem soft hyphen sem í raun ósýnilegt tákn. En ef við minnkum gluggann, þá sjáum við að þetta langa orð okkar og ég já, úps svona að það brotnar á þeim stöðum þar sem ég skilgreini þetta. En það annarkvort þetta að nota vaffbr eða þá að nota þennan staf hérna sem shy og þetta gerir það sama nema shy gefur svona hyphen hérna. Þannig að ef við viljum fá hyphenin, þetta orð sem skipta milli lína, þá notum við það. En ef við erum með hit, þá þetta í raun bara svona, þetta ósýnilegt word break.
Síðan höfum við innfeld eða embedded element og þar helst image eða img sem að leyfir okkur að bæta við mynd með því að vísa í source, vísa í myndina með source attribútinu. Við getum líka bætt við hljóðskrá eða vídeoskrá. Við getum líka bætt við bara einhverjum alls konar ytri hlut með object sem bara svona almennur object. Þetta var hérna áður en að Flash dó drottni sínum, þá var það object notað til þess að færa það inn. Svo erum við með iframe sem leyfir okkur að fella inn aðra síðu, þannig að þá getum við í raun verið með síðu, innan hennar eitthvað sem að kemur einhvers staðar annars staðar frá. Síðan þegar við erum að vísa í efni, sem við erum yfirleitt að gera þegar við erum að fella inn eða embedda efni, þá þurfum við einhvern veginn að vita hvar þetta efni er. Oft erum við með það bara sjálf á okkar vél og þá erum við oft að nota þessar relatífu slóðir, en stundum er þetta líka efni sem er einhvers staðar annars staðar á einhverjum öðrum verkþjónum og þá erum við að nota þessar nákvæmu eða absolute paths. Og þetta er þá þannig að fyrir afstæðaslóðir þá segjum við erum á þessum stað þar sem þetta skjali er. Út frá þessu skjali þá get ég fært mig inn í möppu sem er á þessum stað sem ég er í eða niður, ef við hugsum aftur skráarkerfið sem tré, þá get ég farið upp eða niður tréð og ef ég set vísa í emg/mynd.jpg þá er gert ráð fyrir að þessi emg mappa sér til á sama stað og skjali sem við erum að skoða. Ef við hins vegar byrjum á forward/, þá förum við í rótin á viðkomandi vef sem væri þá eins og hérna á þessum hérna, færi beint hérna á localhost, sleppti öllu þessu hér. Síðan erum við með punkt sem þýðir bara mappan sem við erum í núna, þannig að þá erum við bara explicitly að segja mappan sem við erum í núna og síðan eitthvað og svo punktur sem þýðir explicitly mappan sem er fyrir ofan okkur. Þannig að þetta er eins og ef við gerum cd ... þá erum við að segja change directory í ... sem er directory fyrir ofan okkur. Síðan erum við með nákvæmar slóðir og þá er það bara nákvæmlega slóðin sem við erum á. Þannig að nákvæmlega það að við erum á hérna HTML element MD þá tek ég og copy-paste þetta allt og þetta er bara öll slóðin. Hún er bara nákvæm og hún er bara þetta, hún er bara first. Og það er náttúrulega kostur ég get bara tekið þessu slóð og hún er bara good to go. En ef eitthvað breytist, ef ég færi þessa skrá eitthvað, ef ég endurskýri eitthvað fyrir ofan þetta, sem ég bara breyti á hvaða porti ég er að keyra þetta eða eitthvað, breyti þetta sé ekki hérna 0.2, heldur eitthvað annað fyrir framann, þá brotna allar slóðir sem vísa í þetta. Þannig ef við erum með þetta hérna dæmi, að þá eru þetta allt saman vísanir út frá þessu index.html skjali á þessa hérna mynd. Úr núverandi inn í mynd, án þess að vera með eitthvað hérna forward/ sem fer það beint í rótina hérna, inn í verkefni, inn í img og finnur myndina og svo bakka inn í verkefni aftur og það er að fara mjög convoluted leiðir að þessum hlutum. Og síðan þegar við erum að fella myndið þá erum við oftast að nota bara img elementið, en það getur líka komið til að við séum að gera einhverja mynd sem að, við erum bara að fara að gera responsive vef og ég er með einhverja risastóra mynd sem á að vera bara eitthvað svona hero mynd, þetta er oft kallað. En ég opna vefinn, það er bara einhver rosa flott mynd. En ég er að vinna þetta alltaf á stóra fína 40 tómmu skjánum mínum og ég set inn hérna mynd bara eitthvað, hún er svolítið grainy. Set bara inn 3 megabæta mynd, en síðan kemur einhver sem er á gömlum síma sem að lótar þessu, er þá sanngjarnt að viðkomandi sæki 3 megabæta mynd til þess að hún sé birt og það sé engin sjáanlegur munur á henni og ef ég myndi þjappa hana niður í 100k, nei, það er svolítið erfitt að réttlæta það og þá í raun getum við skilgreint bæði með source set attribútinu á myndinni eða með picture elementinu nákvæmar hvernig við viljum að myndin sé meðhöndluð. Og þá er það ekki bara að segja upplausnin á myndinni eða stærðinni eða eitthvað svoleiðis, heldur líka getum við verið með svona art direction, þar sem ég get sagt á desktop þá vil ég að allir einstaklingarnir sjáist á þessari mynd. En þegar ég er komin í mobile þá vil ég að þetta sé búið að kroppa myndina bara á höfuðið á þeim, ekki á allan líkamann, eða ég vil bara sýna þennan part af myndinni. Og þá er þetta ekki bara eitthvað svona dúma rísa þessa myndina, heldur getum við verið svolítið með meira byrt eitthvað sem er meira context relevant eftir því hvort við höfum minna eða meira pláss, sem er svolítið það sem að responsive snýst um. Þannig að hér höfum við dæmi
innfellt efni. Ég veit ekki hvort ég halda áfram að reyna að láta innfellt vera þeng. Ég held að vera ekki þeng. Þannig að hérna erum við með mynd. Og önnur attribút sem gott að skilgreina líka á myndir eru width og height attribútin sem segja til í raun hversu marga pixla á þessi mynd að taka í síðunni. Og þá í raun förun hérna og þá þetta ef þið hafi verið með vef og það nú kannski, þetta svona minnsti offenderinn í þessu, en þið opnið einhvern vef og þið sjáu eitthvað, hér það sem ég leitað og þið farið til að smella og þá hoppar allir vefurinn til og þið smellið eitthvað allt annað. Þá það oft út í því að það byrjar að hlaðast inn einhver mynd eftir að þið voru búin að sjá hvað það ætlaði að gera og þið fengu svona cumulative layout shift. Svo layouti shiftaði þegar það komst að, hér á að vera 800 pixla há mynd, best að teikna hana núna. Og það gerist ekki ef við skilgreinum í raun, hérna á að birtast 800 pixla há mynd, en út af því að vafrinn sækir myndin ekki strax, þá hún bara tekið frá plássið, af því að vafrinn vill birta okkur eitthvað sem fyrst, svo við bíðum ekki bara endalaust eftir því að allt sé sótt. Þannig að þá getum við skilgreint þetta til þess að koma í veg fyrir þetta. Síðan getum við með SVG myndir, sem við förum svo sem ekkert neitt rosalega djúpt í, en SVG stendur fyrir Scalable Vector Graphics og eru leið til þess að skilgreina í kóða, í XML kóða, myndir sem eru scalable, sem því það skiptir engu máli hver upplýsnin er. Myndirnir eru alltaf birtar eins, það eru alltaf í raun bara kóði, það eru ekki þjappaðar upplýsingar mynd. Þannig hérna erum við með eitthvað sem segir, hérna er rectangle, hann á að byrja á hniti 13 og í 14, hann á að vera svona breiður, hann reyndar síðan að vera með eitthvað svona og svona að vera með eitthvað stroke og það á að vera hérna og þetta verður að svona ellipsu. Við setjum svona border eitthvað svona stroke á þetta. Síðan getum við verið með iframe og þá erum við hérna í raun að iframa inn dæmi sem við vorum með áðan og þá er það sett bara svona, þannig að þá fellum við inn þetta, embeddum þetta efni þannig. Síðan erum við með interactive element og þá er það element sem að ég sem notandi vefsins get gert eitthvað við. Þá getur það verið, ég er með hljóð eða vídeo og ég get byrjað að spila það eða slökkt á því eða pása það. Ég er með input þar sem ég get slegið inn eitthvað eða þá að ég sé með þetta eitthvað embed sérstaklega sem að leyfir mér eins og object að ég embed einhverju sem á að vera interaktíft eða iframe af því að iframe getur innihaldið síðan interactive content. Síðan er interaktív ef það er með href og svo er það líka með auka attribút þar sem við getum stýrt aðeins hvernig það hagar sér eins og til dæmis target þar sem við getum látið opnast í nýjum tabba eða nýjum glugga eftir því hvernig fólk skilgreinir vafra sinn. Download sem býður ykkur bara upp á að downloada því sem vísað er í. Rel sem skilgreinir hvernig tengingin af þessum link er við skjalið sem linkað er í. Og það er margt sem er hægt þarna og aftur verður svona inn á lista territory segja hvað er þetta, filosófist, hvað er ég að tengi og margt fleira. Og síðan í flestum tilfellum erum við með URL þegar við erum að búa til einhver svona linka, en síðan getum við líka búið til linka sem að opna eitthvað postforrit með því að búið til mail-to fyrir framann. En ég get sett mail-to osk@havi.is, þá ef þið smellið á hann, þá opnast, ef þið eru með að skilgreinda að vafrinn megi opna postforrit okkar, þá opnast það. Eða tel og þá ef þið opnaðu þetta þá er þetta aðalega í símum og þá opnast phone appið á símanum. Details er síðan element sem við getum notað til þess að búa til svona collapsible viðmót þar sem við getum sagt það er sest eitthvað summary og síðan ef ég íti á elementið, ég interakta við það, þá opnast það og þá sest eitthvað meira. Og þetta er síðasta dæmið, ég rennum yfir það hérna. Þannig þá er ég hérna með tengil með download, þannig að þá býður það bara upp á að downloada index HTML skjalinu. Ég er með takka hérna, það er líka interaktiv, það er bara button elementi, það gerir ekki neitt. Við sjáum það með formunum á eftir hvað það gerir. Hérna er ég með audio. Þetta var T-Rex Roar, eitthvað frjálst. Já, nú heyrist þetta betur. Þannig að hérna er ég með og bara við það sem sagt að segja bara audio og ég vísa bara í mp3 skrá og ég segi hérna sýndu controls, þá fæ ég þetta hérna og þetta er oft mismunandi eftir vöfrum hvernig þetta er teiknað en í grunninn er þetta orðið mjög staðlað þannig að þetta er yfirleitt þetta og sama síðan með hérna
með vídeóin. Hérna Big Bunny sem svona testvídeó sem líka ókeypis og oft gott að nota í svona dæmum. Og þá séu hérna ég fæ scrubber og ég get farið fram og tilbaka, ég get pásað, ég get hækkað og lækkað, ég get farið full screen. Firefox er með svona picture in picture, þannig ég get dregið þetta út hérna og ég fæ þetta allt saman ókeypis bara með því að nota vídeó. Af því að þú veist, svona ætti HTML að virka í grunninn. Ég fæ eiginlega alla virknina ókeypis. Það er ekki að fara að skrifa eitthvað fullt af einhverju JavaScripti. Síðan ég með details og summary elementið, þar sem ég get toggla svona. Þetta er ekkert voðalega fancy, það er ekkert eitthvað animation eða neitt, þetta er bara svona rosalega hratt tól. Þá sjáum við hérna, þetta er bara details, ég get sett attributed open, þá er það default opið. Ef það er ekki, þá er það default lokað. Summary er í raun bara textin sem sést áður en ég opnaði og hef til þess að lokaði. Og já, svo er ég hérna til dæmis með eins og autoplay á vídeóinu, en þegar ég lóta þessu, þá spila vídeóið mitt ekki. Og þetta er í raun út af því að þegar þetta var fyrst gert, þá var autoplay bara eitthvað svona hey, fólk sem veit að það verður autoplay út af því að notandi vill það getur sett autoplay og það mun enginn abúsa þetta. Svo abúsuðu þetta allir og þeir fengu vefið þar sem við opnuðu og það byrjaði að spilast eitthvað vídeo einhvers staðar lengst niður á síðunni og þeir scrolluðu niður að reyna að finna og slökkva því. Og þetta var bara svona hræðileg notendaupplifun. Þannig að núna er í raun stranga reglur um það hvenær þú mátt autoplaya vídeo. Þannig að þú verður í raun að geta dedúsað interactive action einhvern veginn í kring sem leiðir til autoplay. Og þú mátt ekki hafa hljóð, þannig að ef ég set muted, þá byrjar að spila. Af því að það að spila vídeo með hljóði er eitt af dónalegsta sem þú getur gert á vefnum á þess að fólk biðja það. Þannig að þetta er í lagi, en að gera þetta án þess að vera muted er ekki í lagi. Þannig að svona er líka vefurinn að þróast og vafrarnir að bregðast við og gera breytingar á því hvernig hlutinni virka. Þannig að þetta eru svona yfirferð bara yfir HTML element. Svo náttúrulega núna er verkefni þar sem að þið farið aðeins dýpra inn í þetta og þurfið aðeins að skoða og ákveða hvað þið ætlaði að nota fyrir þetta. En síðan verður þetta svona undirliggjandi grunnurinn í öllu því sem við gerum út áfangan. Það er það að við erum alltaf með HTML, það er alltaf grunnurinn okkar, það er alltaf markupið okkar sem að umlykur efnið sem við erum að vinna með. Þannig að við megum ekki gleyma því þó að það verður svona fallið svolítið í skuggan kannski á CSS og síðan á JavaScript, þá er í HTML grunnurinn af vefnum. Þannig að einhverjar spurningar? Hér. Taka 8 mínútna pásu. Nei, tökum svona, ég byrja aftur svona kringum 10 mínútur í.